Vefþjónustur eru svona hinn hliðin á þessum bakenda pening sem við erum ofta að vinna með og vefþjónustur eru þetta þegar við erum að það er svona ekkert sérstaklega vel skilgreint en það er samt ágætlega skilgreint í því að þetta eru samskipti sem eru þá á milli tölva, ekki ég sem persóna eða ég sem einhver notandi að skoða það sem við erum búin að setja upp í bakenda með einhverjum framenda, heldur er þetta bara bakendi í svona bakenda, þannig að það er einhver tölva sem er notandinn að þjónustunni sem við erum búin að skrifa. Og þetta var náttúrulega bara leið að fara að byrja að tengja saman einhverja tölvur, þá fór fólk að spekulera í því hvernig var þetta að láta tölvurnar keyra eitthvað sín á milli og hafa samskipti sín á milli og vefþjónustur eru svona bara búin að vera í sífelldri þróun síðan þá. En W3C skilgreinir þetta á svona mjög opinn og ágætan hátt að web services are software system designed to support interoperable machine-to-machine interaction over a network. Og þannig að þetta er þetta vél í vél og samvirk, interoperable. En samvirkni eða interoperability er það að láta einhver tvö kerfi virka saman. Og það er einhvern tvennt sem kemur þar inn í myndina. Það er þetta syntactic interoperability, að málskipunin að við vitum í raun, við getum talað saman. Við tölum bæði TCP/IP, við tölum bæði HTTP, við getum komið á einhverjum samskiptum og við getum skipst á einhverjum gögnum. Og svo kemur hitt sem er þá semantíkin í þessu, hver er merkingin í gögnunum sem við erum að skiptast á. Þannig að það þýðir ekki bara að ég geti opnað eitthvað tunnel á milli tveggja tölva og sett eitthvað garbage yfir, það þarf tölvan á hinum endanum þarf að geta túlkað það og gert eitthvað við það. Og það er þetta, við þurfum að geta vita merkinguna í því hvað erum að vera. Við þurfum að geta túlkað skilaboðin, bæði sem við erum að senda, tölvan sem við erum að tala við okkur þarf að geta túlkað það sem við erum að fá og við þurfum að geta túlkað það sem tölvan sem er að tala við okkur sendir til okkar. En hérna áður fyrst voru þetta svona einhver remote procedure calls eða svona RPC viðmót sem fóru fram á milli einhvers clients og einhvers servers. Þetta var mikið notað á 9. áratugnum og þá var þetta bara það að við einhvern veginn gátum sett upp eitthvað forrit einhvers staðar í einhverju runtime og við gátum bókstaflega kallað í eitthvað fall á þeirri vél. Síðan kom Korba sem var svona skilgreindi þetta betur, Common Object Request Broker Architecture. Þannig að þarna var komin einhver leið til þess að samþætta það hvernig við áttum í þessum samskiptum. Og XML RPC kom síðan ofan á þetta, þar sem að þegar XML var hot new stuff, þá notuðu allir XML í allt. Og það var raun bara þetta að kóða einhvern veginn RPC upplýsingarnar, hvaða kall ég ætla að kalla í XML og senda það síðan yfir HTTP og fá tilbaka svar í XML yfir HTTP. Þetta svona var að ganga og það var ýmislegt sem var hann að vera. Eitt af fyrsta sem ég tók mig fyrir hendur þegar ég var að byrja svona forrita var að tengja svona RSS-feedum og lesa þær einhvern veginn. Þá er í raun RSS er svona XML RPC, það er sami maðurinn sem fann upp bæði XML RPC og RSS, sem þetta er Dave Viner og er búin að vera lengi í þessu að vinna á vefnum og það er þetta, að geta einhvern veginn fengið upplýsingar. Í RSS er það yfirleitt eitthvað svona blogggreinar eða eitthvað. Ég vildi geta svona lesið hvað erum að vera á þeim vefjum sem ég fylgist með og þá getur maður lesið þetta og látið síðan eitthvað forrit keyra á einhverjum N mínútna fresti, sækja alltaf nýjustu fæsturnar og þá kannski fengi svona bara yfirlit yfir allt. Ég er hérna að fylgjast með 20 bloggum, ég nenni ekki að opna 20 blogg, ég bara sæki þetta úr mínu masín með, ég sæki þessi XML-gögn, les þau, túlka þau og samþætti þau síðan í einhvern svona eitt view sem að maður síðan les. Og þetta síðan var náttúrulega í gamla daga, fyrir ekki það mörgum ára samt, þar sem að maður notaði RSS mjög mikið til þess að eiga í þessum samskiptum. Google Reader var blessuð sé minning hans. En allavega þetta síðan hélt áfram að þróast og þetta hafa yfirleitt verið svona 2 kamp. Þetta hafa verið svona enterprise kampið sem er svona rosa mikið að gera eitthvað, tengja saman
ógeðslega stór kerfi sem eru í fjármálageiranum eða í einhverjum upplýsingatækni geira þar sem þú ert með alveg bara ógrynni af upplýsingum og ógrynni af tækjum og tólum sem þú ert að tækja saman og gera einhver report úr þessu og hinu og allt þar að dansa. Og svo svona indie, þar sem svona eitthvað fólk á vefnum að gera eitthvað svona minna og búið til einhverja bara vefi og eitthvað svona dúla sér. En í þessum enterprise heimi þá var svona service oriented architecture var mjög heitt hugtak. Og það hvernig við svona hönnum allan hugbúnaðinn okkar, öll forritin okkar, þannig að þau séu svona service oriented. Þau séu með möguleika á því að veita aðgang að virkni sinni yfir eitthvað svona service í gegnum eitthvað svona web service interface. Og þá ekki bara til annarra notenda. Þannig að ég þarf ekki að opna eitthvað forrit, íta einhverja 10 takka og þá fæ ég reportið. Ég get einhvern veginn kallað í forritið og látið að búa til reportið og senda það til mín og þannig get ég verið að keyra mörg forrit á mörgu og einhvern veginn búið til svona super reporter. Og til þess að geta gert þetta, þá þurfum við einhvern veginn að lýsa þessum þjónustum. Hvernig þjónustu veiti ég til annars hugbúnaðar og síðan hvernig eigum við eiga þessum samskiptum. Ætlum við að gera það yfir net, yfir TCP/IP eða yfir HTTP, ætlum við að gera það XML eða einhverju binary protocol eða ætlum við að nota JSON eða eitthvað svona. Og þá kom upp svona stöðlun, það það sem fólk gerir þegar það á einhverjum svona verkefnum og er búið að leysa það svona ad hoc í gegnum árin. Sest ykkur niður og segir, nú komið nóg að því að vera eitthvað að gera þetta illa og við ætlum að gera þetta svona almennilega og stöðlum þetta. Og þá var til Web Service Description Language eða WFSDL og það er núna í dag staðlað af W3C og það skilgreinir hvernig við getum kóðað svona týpur, bæði svona einfaldar og svona komplex týpur og aðgerðir og inntak úttak þeirra. Þannig við segjum þessi þjónusta býður upp á þessa aðgerð, hún tekur þetta inntak sem eru þessar týpur og hún skilar þessu úttaki sem eru þessar týpur. Og svo til þess að vita hvernig við ætlum að eiga samskiptunum þá skilgreinir einhver svona endapunktur. Þannig að til þess að geta kallaði þetta þá þarfst þú að opna samband á þennan server https eitthvað.com /services /service. Og þetta er það sem þetta var skilgreint í XML og ef við unnum í XML þá veitum við bara unnum með HTML, það er mjög svipað. Þetta verður strax mjög stórt og mikið. Og það maður verður oftast að nota eitthvað svona tól sem svona auto-generata fyrir mann einhvern svona kóða út frá þessum skilgreiningum. Og bara svona dæmi eitthvað hjá W3C, svona dæmi WFSDL, langt sinni ég vunni í þessu, en í mörg ár var þetta mínar ær og kýr. Og þá eru við með eitthvað message, name, get, endorsing, border request og response. Og hér skilgreinum við hvað við fáum tilbaka. Það er eitthvað input message og svo er þetta svona og þessi skjöl gátu orðið 20.000 lína fyrir stór hugbúnaðarkerfi og þá þurfti maður bara setjast niður og er það gert í dag og þú bendir bara einhverju IDE-inu þínu, Visual Studio eitthvað á einhvern endapunkt og segir lestu þessa þjónustu, ég ætla að fara að nota hana og þá bara er auto-generata kóði til þess að gera þetta allt með þetta er yfirleitt í svona statically typed málum eins og Java og C# og þá bara fáum við bara allt uppsett og svo þurfum við bara að kalla rétt í þjónustunar. Og þetta gerði að verkum að það að nota vefþjónustur var bara mjög svona bara plug and play eða svona next finish eiginlega. Og þetta kom síðan og SOAP fór mikinn og þetta var protokollin til þess að segja hvernig það ætlum að skiptast á þessum gögnum og notaði XML fyrir formið á gögnunum og oftast HTTP fyrir gagnasetningarnar og þá var þetta gert þannig að það var bara settur upp einhver vefþjónn sem var með bara einhvern endapunkt og við það að væri að pósta XML-i á þennan endapunkt þá fékkstu tilbaka eitthvað XML sem var í raun þannig áttur í samskiptunum með því að pósta yfir HTTP á einhvern einn endapunkt. Og lykillinn hann er svona þetta einn endapunkt. Það sem var verið að gera er í raun að í þessum XML-i var verið að tiltaka
allar þær upplýsingar sem þurfti til þess að eiga í samskiptum. Það er að segja til hvað var verið að nota, hvaða gögn voru í þessu og ýmis svona metadata þarna þetta sem að síðan skilgreint margt hvert í HTTP. En þetta stóð upprunalega fyrir Simple Object Access Protocol, but anything but, sko, og því var breytt þegar W3C tók yfir stöðluna. Og þessi skilaboð eru sett inn í eitthvað svona umslag sem niður fyrir einhvern haus og eitthvað meginmál. Þannig að við höfum eitthvað svona. Þannig að við tökum þessi message okkar og við setjum þau inn í eitthvað svona XML og við sendum þau áfram. Og þetta var svona, þetta var mjög mikið notað. Núna í dag í svona .NET heiminum WAF-CF rosalega mikið notað í svona þessum enterprise. Þannig að ef þið farið að vinna í einhverju svona .NET shoppu svo Origo eða Advania, þá var mjög líklegt að þið eftir að nota einhverju svona WAF-CF þjónustur á einhverjum tímapunkti í ykkar vinnu. Og það er svona keisluumhverfi og API til að útbúa svona service-oriented architecture for it. Og það er stórt og mikið. Og mikið notað í .NET. Og síðan tengt þessu svona nýlega eru hugtakið microservices. Það sem að ég verið að taka þessa service-oriented pælingu og nota hana til þess að útfæra dreifð kerfi. Þannig að við erum með eitthvað kerfi sem á að gera eitthvað stórt og mikið. Það á að vera með notendaumsjón, það á að taka við einhverjum gögnum, það á að vinna úr gögnunum, það á að senda túlkunina úr gögnunum eitthvað. Og í staðinn fyrir að gera þetta allt í einu stóru kerfi, þá búum við til mörg lítil kerfi sem að tala allt saman yfir eitthvað servicelag. Og þetta býr þá til svona loosely coupled hluti sem að síðan eru tengdir saman með vefþjónustum. Og þetta er afskaplega góð hugmynd af því að það geta búið til bara svona litla hluti, hérna er bara notendaumsjónin, það er bara eitthvað teymi sem sér það og allir bara gera gætt góða hluti sem eru síðan tengdir saman. En svona í praxís þá verður þetta rosalega erfitt af því að þetta þarf rosalega mikinn aga og rosalega mikið skipulag. Því að það gleymist oft að það er einhverjir viðskiptavinir og viðskiptavinir vilja yfirleitt ekki. Þeim er alveg sama þó þú sért með ótrúlega næs arkitektur. Þeir vilja bara fá virknina sem að kerfið þetta á að bjóða eitthvað. Þannig að þetta er svona smá prequel að svona því sem við ætlum að skoða. En annars ætlum við aðeins að rifja upp hérna HTTP aðferðirnar. Og við erum búin að skera get og post erum við búin að gera mikið af. Sem þessar aðferðir til þess að sækja einhverjar upplýsingar og gefa frá einhverjar upplýsingar til þess að láta prósessa og gera eitthvað við. Og svo hefur við að nota put sem notað til þess að eins og post nema við erum að taka eitthvað sem nú þegar til og svona yfirskrifa það eða uppfæra það og delete þar sem við erum með einhverja einingu, við erum búin að búa eitthvað til í gagnagrunni eða einhverju kerfi og viljum bara fjarlæga það. Þá getum við notað delete aðferðina á eitthvað til þess að eyða. Og patch til þess að uppfæra part eða hluta af einingu í staðan fyrir alla heila eininguna sem við vorum búin að geta gert með put. Trace option eitthvað sem minna. Og þessar aðgerðir það eru svona tvö hugtök tengd þeim og annað er öryggi aðgerða og það er það ákveðnar aðgerðir eru öruggar að því leyti að það að kalla í eitthvað með get. Þú ert ekki að fara að breyta henni stöðu, þú ert ekki að fara að búa til neina nýja einingu eða breyta henni á einhverjum gagnagrunni eitthvað með því að sækja hana bara. Allavega það er svona upplifunin. Útfærslan gæti verið öðruvísi en það er það sem við ættum alltaf að gera. Þegar ég sæki eitthvað þá er ég ekki að breyta stöðu, ég er ekki að breyta titlinum á einhverjum með því að sækja eitthvað. Og aðrar aðgerðir eru sem breyta, eins og post og put. Það er munu, ef ég posta einhverju á þjónun, þá mun ég búa til nýja einingu eins og við vorum að gera í verkefni 2. Við vorum að posta einhverju til þess að búa til nýja færslu og þá hefur það side effect ef við erum að posta aftur og aftur. Postum n-sinnum, þá búum við til n einingar. Getum n-sinnum, við fáum bara alltaf sömu eininguna. Og þá er þetta að fá alltaf sömu eininguna. Það er hitt hugtaki sem maður heyrir stundum þegar maður er að vinna svona með vefþjónustur, sem er item potency. Það eru aðgerðir sem það skiptir ekki máli hversu oft við framkvæmum þær. Þetta er svo margfaldað með einum, við getum margfaldað með einum eins oft við viljum. Það mun aldrei breyta niðurstöðunni á því sem við erum að margfalda með
og það þetta, ef við púttum eitthvað ensinum, þá eigum við að geta gert ráð fyrir því að það sé hafa alltaf nákvæmlega sömu aðferðin, saman með delete en hins vegar post og patch að fara að bæta einhverju við, þannig að það að gera það ensinum býr til enn hluti. Og svo get og head líka idempotent út af því að ATP stöðlaust. Þannig að við getum gert það eitthvað ensinum og við ættum að fá sameininguna það oft, nema hún hafi eitthvað breyst, þá það óháð okkur. Síðan erum við með þessa stöðukóða þegar við erum búin að gera response og við erum mest búin að vera að nota bara 200 og eitthvað 400 og eitthvað 500 villum, bara staka þarna. Það töluvert fleiri. 200 OK, staðlaða svarið, það gekk allt upp. Svo 201 created og þetta getum við til þess að nota þegar við erum að posta einhvert og búin til nýja einingu. Þá getum við svarað með 201 created og þá veit sá sem að nota vefinn okkar eða tölvan sem að nota vefinn okkar, þegar nú erum við að skipta gír og það tölvur sem að nota, þá veit ég að það var eitthvað búið til. 202 accepted, ég móttek það sem þú varst að biðja mig en ég hef ekki náð að uppfylla það, þannig að það mun gerast á einhverjum tímapunkti. 204 no content, það sem þú baðst það var framkvæmt, en ég hef ekkert svo svarað þér, til dæmis vegna þess að ég var að eyða einhverju sem þú baðst mig að eyða. Þá get ég ekki svarað hennu en ég get staðfest að því var eytt. Síðan 300 kóðarnir, moved permanently og not modified, þannig að það getur verið að ég sé að biðja eitthvað og ég get sagt, þú baðst eitthvað og þú lest mig vita hvenær þú sóttir að seinast og það hefur ekkert uppfast, þannig ég ætla ekki að leggja í það að framkvæma einhverja þunga útreikninga kannski til þess að láta þér fá nýja niðurstöðu. Niðurstöðan sem þú ert með, hún ennþá gild. Og 400 kóðar, bad request, þannig að sá sem að útbúa requestið sem sendt á serverinn til þess að fá eitthvað response, það eitthvað að því, gögnin ekki gild, þá getum við látið vita með því að 400 bad request, 401 unauthorized, þú ert að reyna að sækja ykkur gögn en þau krefjast auðkenningar og ég hef hann ekki, þannig að þú verður að auðkenna þau til þess að geta fengið aðgang að þessu. Forbidden, auðkenningin til staðar en þú hefur ekki aðgang að þessu, þú hefur ekki nægilega mikið réttindi til þess að mega að skoða þetta. Og svo 404 sem við skoðum svolítið. Svo hérna nýjustu HTTP statusskoðunum. Og svo 500 kóðar og þá það yfirleitt 500 internal server error, eitthvað kom upp. 501 not implemented, þetta getur alveg verið gott ef við erum að vinna verkefni þar sem við erum með einhverja vefþjónustur og við erum búin að mappa út hvað við ætlum að gera en það ekki búið að útfæra þetta allt. Getur verið 2 teymi, eitt sem nýtir vefþjónustuna og hitt sem að útfæri vefþjónustuna og þá getum við sett hérna, þetta að búa til þjónustuna, eða búa til skilin en það ekki búið að útfæra virknina. Og service unavailable, þetta við getum að lenda í þessu þegar við fara niður, þá oft fær maður bara svona eina línu á skjáin, 503 service unavailable, þá eitthvað að serverinn hann fekk inn beiðnina en hann gat ekki svarað henni og í raun til þess að bara losa sig frá requestinu þá segir hann bara unavailable. Þetta allt sem sagt kemur inn í það að REST hugtak eða svona, filosófía meira kannski, sem stendur fyrir Representational State Transfer og var skilgreint fyrir ekki það löngu síðan árið 2000 í doktorsritgerð Roy Fielding og þetta sett arkitektúra stíl svipa á svona SOA sem hunsar í raun útfærsluna, hvernig við ætlum að útfæra það sem við erum að arkitektúra og samskiptin þar á milli en einblínir bara á það hvaða einingar við erum með, hvað erum við með einhverjar notendur, við erum með einhverjar greinar eða bækur eða eitthvað og við ætlum einhvern veginn að senda þær á milli og við ætlum einhvern veginn að þau tengjast einhvern veginn. Hér vara á heima í flokk, vara á verð og eitthvað svona og svo erum við með einhverjar takmarkanir á því hvernig þetta allt saman sett upp. Og það eru skilgreinda 6 takmarkanir á þennan arkitektúr og þær eru client server, það eitthvað samræmt viðmót sem við skoðum eftir sem aðskilur clientin og serverinn. Þannig að þeir eru aðskildir. Það stöðulaust. Við erum ekki að geyma neina stöðu á milli beiðna frá milli clients og servers.
það er cacheable, þannig að klientinn getur geymt afrit af einhverju svari sem hann fær frá servernum og í því svari ætti að vera einhvern veginn skilgreint hvað má gera, hversu lengi er þetta svar gilt, hvernig get ég beðið að fá staðfestingu á því að það sé ennþá gilt og svo framvegis. Og við erum með lagskipt kerfi, þannig að klientinn hann getur tengst einhverjum server fyrir framan einhvern annan server, þannig að við getum verið með svona caching servera eða svona proxy servera eða svona reverse proxy servera og það skiptir okkur ekki máli, bara svo lengi sem við fáum í raun svarið okkar. Og svo kóði eftir þörfum, þá getur serverinn, hann getur sent klientnum einhvern kóða til þess að keyra til að auka virkni hans og svo höfum við þess að samræmt viðmót og það er þessi grunnur að hönnun og restþjónustu. Þannig að við erum með einhvern einfaldan og aðskildan arkitektur á milli clientsins og serversins, þannig að þeir geta í raun vaxið óháð hvor öðrum. Þannig að við getum í raun, klientinn getur, það er hægt að bæta við virkni í klientnum án þess að serverin þurfi að vita af því og serverin getur vaxið án þess að klientinn þurfi að vita af því. Og þetta samræmda viðmót er það þannig að við þurfum einhvern veginn að auðkenna auðlindir. Við fáum auðlindir, við fáum ekki auðlindina sjálfa, heldur fáum við einhverja framsetningu á henni. Þannig að við ætlum að eiga við einhvern notanda, þá fáum við einhverja framsetningu á notandanum, sem er það kannski kóðið í JSON eða XML, og sem er nóg til þess að við getum unnið með það, við getum skilið hvað erum að vera. Við veitum að þetta er notandinn Jón og þetta er myndin af honum og eitthvað svona. En þetta er ekki það sem að serverinn nota til þess að geyma upplýsingar notandann Jón. Hann er bara einhverjum einhver töflu í einhverjum gagnagrunni einhversta langt í burtu. En við höfum þetta nægilegt til þess að geta unnið með hann. Við fáum eitthvað ID, þannig að við getum breytt honum eða gert eitthvað við hann í framhaldinu. Við erum með sjálflýsandi skilaboð, þannig að við ættum í raun alltaf þegar við gerum eitthvað við þjónustuna, þá fáum við eitthvað tilbaka og það á að vera nógu mikið til þess að við getum unnið með það og skilið og gert eitthvað í því. Þannig ef við gerum einhverja villu, þá er ekki bara að fá villa, þá er við að fá 400 bad request og í svarinu eiga að vera upplýsingar það hvað við gerðum vitlaust, þannig að við getum leiðrétta, endurtekið fyrirspurnina og fengið hlutina til þess að ganga upp. Þannig að þetta það er inbound upplýsingar, það er ekki svona out of band, það þarf ekki að vera þú gerir mistök, flettu því upp í skjölunni sem er í þessu hérna. Þannig að ég þarf ekki að fara eitthvað annað til þess að vita hvað er í gangi. Svo erum við að vinna með auðlindirnar í gegnum framsetningunum sem við höfum. Þannig að ég get fengið einhverja framsetningu í JSON eða einhverjum gögnum, ég get breytt þeim, ég get breytt Jóni, ég get uppfært myndin hans og ég get sendt hana aftur á þjónustuna. Þá veit þjónustan í raun hvað ég er að meina, þannig að þá erum við erum að tala sama málið, semantíkin okkar er svo sama, við vitum hvað er í gangi og þjónninn getur þá breytt auðlindinni í gegnum þessa framsetningu. Þannig að þá uppfærir hann töfluna í gagnagrunnum. Og síðan að seinasta sem er það skemmtilegasta og mikið hefur rættið sem er HTOS. Það er sem sagt Hypermedia as the Engine of Application State. Þetta er svona the holy grail alltaf í svona REST útfærslum. Og það er það að ég get sem server geti sagt, hér er vefþjónusta mín, það er eitt URL og það er allt sem ég þarf. Ég opna þetta URL og ég fæ allar þær upplýsingar sem ég þarf til að taka næsta skref í því að eiga í samskiptum við þennan vefþjón. Já, þú býður mér upp á hérna að skoða notendur, að skoða greinar, að skoða athugasemdir. Já, svona get ég sótt þessa grein. Já, svona get ég séð hvað eru athugasemdir við þessa grein. Ég get bætt við athugasemdir með því að posta hér. Já, þannig að ég get unnið mig áfram án þess að vita nokkuð nema það bara hvar lifir þessi þjónusta. Og þetta er algjörlega á skjön við WAF-SDL pælinguna, þar sem að þú byrjar á því að fá, hér er allt mögulegt í mínum heimi, allar fyrirspurnir, allar mögulegar svör og allar mögulegar leiðir til að spyrja með einhverju. Og þetta er nákvæmlega það sem þú getur gert og ekkert meira. Þannig ef að serverinn þarf að bætir við einhverju virkni, þá þarf að uppfæra þessi uppfæra þetta WAF-SDL og það þurfa allir að vita, hei, það er búið uppfæra WAF-SDL-in. Og síðan notum við Hypermedia, sem er þá bara eins og hyperlink, til þess að komast áfram. Við fáum linka. Við séum það þegar ég opna þetta, þá sé ég að ég get gert þetta til þess að komast áfram.
Og þetta hefur verið svolítið svona loose skilgreint. Það W3C hérna með Hypertext Application Language sem að staðlar það hvernig við komum þessum upplýsingum til skila og við getum lent í því að vera að nota vefþjónustur sem að eru að nota HAL til þess að segja þetta og það sem að nýji bestu vinur minn síðustu mánuði með WordPress til dæmis frá með nýlegri uppfærslu kemur með REST vefþjónustu þar sem að hún öll saman skilgreind í þessu og það bara mjög næs að vinna með. WordPress. Helviti næs stöf sko. Og það notar í raun þessar upplýsingar til þess að segja til hvað í boði í WordPress vefþjónustunni. Já, ef þú auðkennir þig hér, þá getur þú postað hingað til þess að búa til nýja grein og svo getur þú gert þetta og þá færðu greinar. Þannig að þá geti ég verið með WordPress install einhvers staðar og svo geti ég verið með eitthvað app sem að þarf að sækja nýjustu greinarnar úr einhverju og þá geti ég bara tengst með vefþjónustu úr appinu á vefþjónin sem með þetta og birt nýjustu greinarnar eða eitthvað. Þannig að hérna svona dæmi það hvernig svar í svona JSON túlkun getur verið með HAL. Þannig að við erum með einhvern svona link, þá hérna self, þannig að þá eitthvað, þú ert núna að skoða þessa slóð. Næsta slóð sem þá eitthvað skilgreind einhvern veginn í semantíkinni í því hvað sem við erum að nota þetta. Þetta getur þá verið að þú ert að skoða fyrstu síðu af vörum, næsta síða á þessa hérna slóð. Þannig að þá getur bara sótt þá slóð og haldið áfram að skoða. Og vefurinn stærsta útfærsla á REST-arkitektúr og það ekki skrítið þar sem að Roy Fielding einn af aðalhöfundum HTTP og þetta í raun varð til allt þegar að það var verið að staðla HTTP 1.1. Það voru allar þessar pælingar og mjög filosófískar pælingar það hvernig við að gera þetta. Og við erum úrýðin sem við erum með, það eru auðlindirnir okkar, það eru nafnorðin og við notum content types fyrir framsetningu á auðlindum. Content type, text, HTML, það sem þú ert að fara að fá HTML formi eða texti eða application JPEG fyrir myndir. Svo erum við með HTTP aðgerðir til þess að tilgreina hvað við erum að gera. Það eru sagnirnar, við ætlum að segja get þessa slóð, fæ tilbaka HTML, þar einhver mynd, sækja mynd, fæ tilbaka mynd, túlka hana sem mynd og þannig getum við búið til vefi. Þannig að og svo HTTP með skilgreiningur fyrir það hvernig við getum nota cassing, auðkenningu, content negotiation og margt sem svona maður fer að kafa dýpri í þetta. En svo kemur raunveruleikinn alltaf með vesen og það sem að REST alveg samið það hvernig við ætlum að útfæra þetta. Það bara segir hvernig við erum arkitektúra þetta. Þá hefur þetta alltaf verið svona, einhverju notaði XML, einhverju notaði ennþá XML. Í dag nota flestir JSON, bæði til þess að senda gögnin og til þess að taka við þeim. En við getum fengið REST-þjónustur sem nota bara HTTP, url encoded, post til þess að taka við gögnunum með skilar þetta JSON, eða tekum við XML, skilar þetta JSON, það að blanda þessu allir saman. Og þá fær maður oft þetta svona, þessi þjónusta ekki beint REST, við erum ekki alveg klikkuð hérna, verið að fylgja því dogma sem oft svona í kringu það, svona mikil fólk getur orðið mjög ákveðið og það hvað REST. Þannig að við erum bara svona restful. Við erum svona restful þjónusta. Við fylgjum svona einhverjum grunnupplýsingum en við erum ekkert eitthvað að fara djúpt í þetta. Við nennum því ekki, það vesen. Og þá svona notum við JSON í öllum samskiptum okkar, við notum HTTP aðgerðir, þannig við getum og postum og pútum og deletum. Við notum stöðukóðana og látum svona annað liggja á milli hluta. Við erum ekki eitthvað að eltast við HTOs og við erum ekki að skilgreina nákvæmlega niður í hörgul allar auðlindirnar okkar og eitthvað svona. Af því að korrétt REST mjög flókið. Og þetta var svona, þegar REST var að koma, þá var þetta rosalega mikið svona, maður gæti anda léttar eftir að hafa verið í þessu, það ég tala fyrir sjálfum með þessu vaffast í all helvíti þar sem þú varst með bara allt ógeðslega stórt og allt ógeðslega mikið vesen og maður gæti bara eitthvað svona, þú bara gettar hérna og svo postar og þá erum við bara, þá virkar þetta bara.
Þannig að svona þegar að við útfærum og þið farið að útfæra verkþjónustur, þá þetta oft bara svona að við gerum okkar besta, við vitum að það rosalega svona, þetta fara rosalega langt í þessu, þetta er svona með svona semantikina í HTML-inu, þetta fara rosalega langt í að gera alveg 100% best semantik skjal sem nokkuð mann hefur verið séð, en það ekki, förum bara svona 80% leiðinni, kannski 90% leiðinni, að fara, segjum þessi 10% taka jafnvel mikið effort og fyrstu 90%. 90% búið, 90% eftir. Og þessar gallar við REST er þetta, það er mjög mismunandi hvaða túlkun ég set í REST og einhver annar kollegi minn er með REST. Og þetta REST versus RESTful. Og út af því að það er ekki mikið, þetta skilgar ekki útfærsluna, þá er rosalega lítið af einhverjum stöðluðum tólum sem við getum notað. Við getum ekki búið til einhverja code generator fyrir REST-þjónustur því að þær eru í eðli sínu ekki þannig. Þú verður að vita nákvæmlega hvað er að vera til þess að geta code generator eitthvað. Og takmarkanir á HTTP hjálpa heldur ekki til. Það eru bara ákveðið margir stöðukóðar og aðgerðir og þær passa ekkert alltaf við það sem við erum að gera. Þá fer maður eitthvað svona, er þetta ekki svona 201 created? Ok, ég nota bara 200, ok. Svona catch all. Og við þurfum ofta að gera rosalega mörg call. Við þurfum að gera rosalega mörg HTTP request til þess að fá. Ég þarf að gera eitt call til þess að sækja greinina. Þar er einhver höfundur. Ég þarf að sækja höfundinn til þess að fá nafnið og myndina á honum af því að það er ekki í greininu sjálfri, það er í höfundinum. Og já, ég þarf líka flokkinn til þess að fá titilinn á flokknum og svo framvegis. Þannig að þetta verður oft svona til þess að sækja eina grein gerur 10 HTTP request. Það getur bara verið kostnaðarsamt. Og svo fáum við oft bara, ég sótti höfundinn, mér vantaði bara nafnið á honum og myndina á honum, en ég fæ líka allar greinar sem hann hefur skrifað og ég fæ líka öll comment sem hann hefur skrifað og hvenær hann lokkaði sér senast inn og alls konar dót sem skiptir einhver máli. Þannig að þetta er svona og REST er svona yfirleitt það sem við farum núna. Það er bara eitthvað, þetta er vefþjónusta og þá er það er eitthvað svona RESTful þjónusta. Þegar við erum að skoða þetta þá eru þó einhver tól sem ekki beint til þess að nota REST en bara til þess að hjálpa okkur. Þá getum við notað Postman sem er svona GUI tól til þess að gera HTTP fyrirspurnir og skoða hvað er að gerast. Og curl sem ég er búinn að vera að sýna ykkur svona á og til. Og það er bara, við getum gert fyrirspurnir og séð í raun ef ég posta á þennan endapunkt með þessu dóti þá fæ ég þetta tilbaka. Og ég get svona séð hvað er að gerast. Oft á tíðum þegar ég skoða svona documentation fyrir vefþjónustur þá eru gefin dæmi í curl. Request sem er reyndar svona gamalt en það er library sem við getum notað til að búa til HTTP fyrirspurnir. Þannig við getum notað það til að kalla í REST þjónustur. Og svo þegar við erum að nota Chrome, þá getum við sett upp JSON formatir sem er svo næst. Þannig að ef við fáum eitthvað JSON, þá fáum við ekki bara eitthvað texta sem er bara ógeðslega mikil texti, þetta er formatir og eitthvað næst fyrir okkur. Þannig að við skoðum svona áður, tökum smá pásu. Skoðum hérna eins og API hjá GitHub. Þannig hérna er ég með þetta JSON formatir. Þannig að þetta er svona, ef við farið inn á api.github.com, þá er þetta það sem tekur við. Og þá er þetta svona kunnulegt, kannski eftir þetta. Þetta er allt linkar, þannig að hérna er í raun þetta verið að segja. Þú þarf bara að vita api.github.com. Og þá, þaðan í frá, þá þarf ég ekki að vera að skoða eitthvað sérstakt documentation. Ég á bara einhvern veginn að geta komist í gegnum þetta. Ég get séð hérna feeds. Já, hérna er feedin sem GitHub býður upp á. Ég get sótt hérna github.com/timeline og það er type application atom XML. Atom var svona tilraun til þess að gera staðlaðari og betra RSS. Þannig ég get farið hér, þá fæ ég hérna eitthvað timeline. Þetta er í XML formi. Þetta er í raun timelineið á GitHub. Þannig að við getum séð hérna ef ég refresh þessu bara núna. Hér er eitthvað to develop extension Tao scheduler. Refresha. Smart Life, Internet of Things. Þannig að þannig er í raun allar public commit á GitHub er í þessu feedi. Þannig að þannig að ég nefndi einhvern veginn með ykkur passa upp á að commit ekki einhverju svona lindamálum. Það er vont fólk sem er bara að lesa þetta en bara með forrit í gangi sem er bara að polla þetta endalaust. Bara eitthvað, já, hérna er nýtt, ég ætla að skoða, er eitthvað skilda nokkuð eftir hérna credentials fyrir eitthvað. Já, hérna MailChimp credentials, ég get sendt spampóstinn minn ókeypis og hann fær $10,000 reikning fyrir það. Og svona getum við haldið áfram, þannig að við getum hérna organizations, hérna getum við farið, þá sjáum við hérna, þetta er oft svona pattern,
að vera með svona curly hérna. Þannig að ég opna þetta, ég skipti því út þá fyrir mína breytu. Nota hérna vefforritun. Ok. Já, tjók. Þannig að þá fæ ég hérna upplýsingar þetta. Repóin sem eru í vefforritun eru hér. Og issues, members, public members. Þannig að hérna í raun þetta. Og þarna getum við í raun farið, við getum fyllt þessu eftir og við getum svona skoðað hvað í gangi þarna án þess að þurfa að hérna vita nákvæmlega hvernig þetta skilgreint. Við skoðum síðan aðeins meira praktískt þegar við eftir 10 mínútna pásu.